Kjartan, hlutin hafa svo sannarlega verið að gerast hér á Ásbrú frá stofnun Katego. Já, það er rétt. Í raun og veru hefur þetta gengið algjörlega vonum framar og þó þetta kannski láti ekki mikið yfir sér og þetta er svæðið gríðarlega stórt en hér búa 2000 manns, hér eru 115 fyrirtæki, hér starfa orðið yfir 600 manns, þannig að þetta hefur gerst gríðarlega margt og það sem er líka mjög mikilvægt að grundvöllurinn sem hefur verið skapaður undir framtíðaruppbyggingu er að mínu viti mjög sterkur og mun leiða til framtíðar vaxtar hér á svæðinu. Það sem við erum með konsept sem er samsett úr fræðilegum grundvelli undir allt verkefnið sem er Keilir og rannsóknar sem setur því tengt. Keilir starfar á sömu sviðum og við erum að leggja áherslu á í atvinnuuppbyggingu. Við erum líka með farveg fyrir nýjar hugmyndir, sprotafyrirtæki og frumkvöðla og líka erum við með mjög markvissa stefnu að þjónusta og erum að þjónusta mjög vel stór nýsköpunarverkefni sem hafa verið að koma hér inn á svæði og festa rætur eins og gagnaveru vörn og fleira. Þannig að í grunninn erum við með þekkingar grundvöllin, við erum með stóru nýsköpunarverkefni sem skapa grundvöll fyrir hinn minni til að blómstra og þetta mun vaxa áfram. Og það hefur orðið gríðarlega mikil atvinna hér á örfáum árum. Og það er alveg rétt. Þetta hefur skilað miklu inn í samfélagið, miklu fjármuni sem hefur verið fjárfest hér í uppbyggingu sem nær allir hafa farið inn í samfélagið hér á Suðurnesjum sem skipta milljörðum. Og svæðið, já, fyrirtækið Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar eða stofnun eða hvað við köllum það, er sjálfbær sem slíkt. Já, það er rétt. Í raun og veru tekjur af sölu fasteigna og leigu fasteigna að þær hafa algjörlega staðið undir þróuninni hingað til þannig að þeir fjármunir sem við höfum innheimtað sölu fasteigna hefur verið skilað til ríkisins og síðan höfum við fengið þá hluta af þeim tilbaka á fjárlögum fyrir utan þá öllu fyrirtæki sem hingað eru að koma og þeirra fjárfestingar inn á svæðinu. Þannig að þetta er að hafa mikla þýðingu líka langt út fyrir þetta hverfi. Í raun og veru eru aðilar sem búa, iðnaðarmenn og verkfræðingar og fólk sem vinnur í öllum stéttum sem er að njóta góðs af þeirri uppbyggingu sem er eiga sér stað hér.